Birgitta Líf, velkomin í 24/7. Takk. Nálgunin mínu í podcastinu að spyrja spurninga til þess að öðlast svona sýnin í hvernig fólk horfir á lífið. Okay. Og hafa svolítið bara gamla þessu. Þannig ég er að spá í að hjólum okkur voru veint í þetta. Yes. Það ekki? Ég veit eina spurningu. Veistu eina spurningu? Já. Er Hildur búin að segja þeirra? Já, hún sagði svona eiginlega óvart. Og svo var bara eitthvað, en ég ætla ekki að segja neitt meira. Það er bjútið við þetta því að nú er þetta... En það er mjög ómerkileg spurning, Já, ok. Við vorum bara að borða það. En botnaði þetta. Vörklass er... Besti staður í heimi. Ok. Hvernig þá? Af hverju er hann besti staður í heimi? Vörklass getur þannig að mínum að þetta hjálpað mjög mörgum, bæði andlega, líkamlega. Maður hittir fólk, maður svona... Fyrir mér er þetta eins og félagsmiðstöð og ég er búin að finna mjög mikið þegar það er búið að lokað núna í þessum COVID lokunum, þá einhvern veginn finn ég hvað þetta er ótrúlega stór partur af náttúrulega mínu lífi en líka bara hjá mörgum öðrum og fullt fólki búið að senda mig skilabóð bara hvað ég sakna að mæta í vörklass, ekki bara til að fara og öðla líkamlega treysti eða svona auka líkamlega treysti heldur líka bara einmitt að segja að fá þess að félagslega tengsl, það gerur ótrúlega mikið fyrir andlega líðan hjá svo mörgum og síðan bara einhvern veginn getur maður gert allt þannig, eða þú getur farið á æfingu, þú getur farið að borða, þú getur farið að hitta fólk, þú getur farið í sund, þú getur farið í degur, þú getur farið í nudd, þú getur farið í spa, fyrir mér er þetta bara einhvern veginn svona allega dæmi. Miklu meir en bara það að fara inn og hreyfa sig. Já, guð minn almáttugur. En auðvitað fyrir suma er þetta kannski bara það að fara og hlaupa hálftíma, eða það er bara allir einhvern veginn hafa sitt þannig og eins og ég segi, fyrir mér ég er bara alveg upp í vörklass og mér líður bara alltaf vel þegar ég er þar og að koma ánga sama hvort sé að mæti vinnuna eða hvort sé að fara æfingu eða bara spa-date með vinkonum eða eitthvað. Já, það er stór partur bara þínu lífi. Já, bara eins og segi, þó ég vissi að þá svona áttaði mig algjörlega á því þegar að lokaði. Þá allt í einu var ég bara eitthvað hvað ég gera. En ég er svo sammálaði, maður saknaði svona í þessu lókunum að hitta fólk í rauninni og æfa með fólki. Vá, hvað gerir mikið. Já. Maður tók þessu sjálfsögum hlut, líka bara til eftir æfingar og kynnast nýju fólki og eitthvað. Bara ótrúlega stór, svona mikilvæga partur. Já, ég var farin á tímabili bara, til þess líka bara fór til búð og hitta eitthvað fólk þar, bara eitthvað þannig. Já, ég meint ekki bara í vörklass, bara hver sem er, hvað sem þitt hann að dæmi er, þar sem þú ferð og hittir fólk eða, sem maður yngri þá var það í skólanum eða hvað það var, þannig að það er bara einhvern veginn, maður fær orkuð frá öðru fólki, það er bara algjörlega. Svona samfélagi runni, bara frá samfélaginu. En ég fór að vita, hefur eitthvað skoða af hverju vörklass náðu að verða bara svona stórt, af hverju náðu vörklass að ná svona bara, að trompa hennar markað bara, skilur mig. Við vorum í viðtali í gær, öll fjölskyldan, við atvinnulífið á Vísi sem að verður vantilega búið að koma út þegar þetta kemur, ákomin núna páskana og þá voru mamma og pabbi spurð skrýna einhver tímann að þetta yrði svona stórt og þau voru bara nei, bara þetta var ekkit eitthvað, þetta er ekkit eitthvað markaðsplan sem var gert fyrir 35 árum og átti að enda svona, skilji. Ég held að það sé bara það hafi orðið svona stórt og sé svona á toppnum bara komið inn á réttum tíma, rekið vel með kannski svona hvað sem var hausinn á réttum stað, ástriðina í þessu alltaf opinn fyrir öllum nýjungum, alltaf tilbúna hvað sem var horfa hlutina með opnum hug og já, bara ég veit það ekki bara verið mjög heppin hann á gengið allar hugmyndir, ekki allar hugmyndir, auðvitað hefur margt bara ekki gengið, en hann bara svona heilt á litið þá bara gengið mjög vel og verið teknar réttar ákvarðanir á réttum stundum og hætt við rangar ákvarðanir, eða skilju og allt svo leys. Þannig að hafa aldrei verið, eins og þú segir, aldrei svona eitthvað fyrst sína svona verður vörklass eftir ákveðin tíma? Nei, það er kannski svona sem ég held að ekkert allir átt sig á, en vörklass er náttúrulega bara fjölskyldu fyrirtæki og ekki bara fjölskyld fyrirtæki heldur bara mamma og pabbi og bróðins pappa eða skilju, þetta er ekki eitthvað í mörgum kynslóðum eða eitthvað saga, það er ekki eitthvað stjórnskipulag eða æskilju, þetta er bara
rekið frá heimilinu, eða skilju, þannig að það ekkert eitthvað svona þannig séð, þú veist, eins og ég var náttúrulega í tók semst alþjóðaviðskipti í mastersnáminu og þú veist, þá var maður að læra svo mikið stefnumótun og skipurit og allt svoleiðis, þú veist, þú veist, það það, en það ekki svona í Excel-skjali, eða fattur þannig að þetta kannski bara öðruvísi, við bara meira svona reynum að þróast í takt við tímann og bara fylgja innsæðinu og þetta bara eitthvað sem að mamma og pabbi bara, þau algjörlega réttir hillur, skilju, og hafa gert mjög vel. Og þú að prófa nýja hluti og aðlega okkur aðstæðum. Algjörlega. Eins og til dæmis bara, eins og World Fit sem við erum náttúrulega í. Þannig að, þú veist, það til dæmis var bara svona smá glufa á markanum, hvað var CrossFit á Íslandi og við vorum með CrossFit, við vorum þetta fyrstu sem að vorum með CrossFit á Íslandi uppalega, það var evert að sjá það innan World-klass og síðan missuðu leyfið og hann flytur eða stofnum sitt eigið og okkur svoleiðis, en hann til dæmis með World Fit þá það smá svona einhver glufa og einhvað sem að markaðurinn að sækjast eftir og þú veist, fólk vill æfa, þú veist, hluti vill æfa öðruvísi heldur bara inn í tækisal eða í þessum hefðbundnu hóptímum eða slíkt og þetta kannski eitthvað sem að mamma og pabbi ekki beint svona af þeirra kynslóð, skiluð, svona þú veist, þau hafa náttúrulega bara verið í fyllt bara frá, þú veist, 80 eitthvað, mamma byrjuð með dansstúdíu og pabbi með bara lyftingasal en síðan þetta kannski eitthvað sem að þau hafa þá svolítið leyft mér að sjá og þú veist, þannig kem ég svona næsta kynslóð sem kannski með puttan á púlsinn hvað þetta var þar og þú veist, það ótrúlega gaman svona að hvað þau eru samt opin fyrir öllu og leifa mér svolítið að stjórna ferðinu og fá svolítið svona fyrir alls að hendur með til dæmis World-fiti sem kannski eitthvað sem að þau þekki ekki á vel að þú veist, jú, í dag en kannski þegar þetta var að byrja þá voru smá bara, já, ok, sjá þú þá bara þetta já, bara treysta það fyrir því sem er búin að gera þetta mjög vel já, takk mjög fljótur vaxandi í þessu eða ómikið þetta var sem er svona shit þannig að algjört luxusvandamál loka kortasilu og hvað varum komin margir, 800? Það eru alltaf 1200 núna 1200 núna, þegar ég kíkti í síðustu viku sem náttúrulega bara geggjað, markmið okkar var þú veist, að ná 1000 eitthvað fyrir áramót en síðan var það bara í sumar komið 1000 og við erum ok, þannig að algjör, já, eins og ég bara ótrúlega gaman og hann svona snjóbolti sem að fók kannski hraðarstað heldur maður var búin að gera það fyrir og með tilhærandi svona hvað sem vaksta erfiðleikum eða svona hann maður þurfti smá svona allt inn að taka nokkur skrið tilbaka og ok, þurfum að hann maður kannski komið alveg mikið skipulega utanum þetta og maður vildi með að við hvað þetta stækkar rætt en mér finnst líka bara sko menningin hann einhvern veginn og þú veist bara þjálfararnir og líka bara að segja sig og skýri sig best sko þegar maður ef maður vekjar klukku þegar maður skrá sig í tíma og maður geti næstu yfir á seinna ef maður klikkar ekki á tíman bara 10 sekúndur seinna sko. Ég fekk hann kannski ekkert rosa skemmtilega en ég fekk samt post daginn þar sem að það var verið að ásaka okkur að vera að hvað sem svona að fikta í skráningakerfinu okay. að mannskjan var einmitt bara með vekjar klukku og alltaf skrá sig í tíma leið og skráninga opnaði og leið og skráninga opnaði hefði tími yfir fullur þannig að það hlyti nú að vera að við værum að hleypa ákveðnum aðalum inn á undan en þú veist, eins og segja, það nú ekki eins og hægt í stillingunum og þetta bara, einmitt, þetta staðan fólk bara, þú veist, það ætlar enginn að vissa af sem aftur algjört luxusvandamál og við bara hlakkum til að geta tekið á móti fleirum og annað þessar eftirspurn þannig að það er margt framöndan algjörlega, ég mér sé pæling með vörklasa, þú veist þið ekki beint með einhverja fasta síni samt með væntanlega með einhverja sín, en samt alltaf opinn fyrir það að breyta og aðlagast og svona ég held það sem mjög mikilvægt bara já, ég tala bara ef við tökum þetta bara á einstaklingsleifili þú veist, bara fyrir maður hans eigin líf að þá, þú veist, maður getur kannski ekki vita nákvæmlega hvert maður að fara en þú veist, maður getur alltaf verið og ef maður er of fast að maður alltaf að vera einhvers eftir 5 ára eða 10 ár er maður þá já opinn fyrir breytingum og að prófa nýtt og svo framvegis því að lífið breytist ógnarhraða, við breytist ógnarhraða og við oft bara stjórnum ekki neitt mér finnst ég einmitt svona þú veist, ég var eins í sambandi þar sem að mín sýn var bara svona og við varum bara fyrir saman og við varum bara fyrir að gifta okkur og eignast fjölskyldi, þú veist, og ég sá bara ekkert annað og
síðan hættu við saman og ég bara, þú veist, þarna fannst mér bara allt vera farið, eða skilju af því ég var bara ekki með neina aðra framtíðarsýn en þú veist, þarna var ég líka bara ung og kannski ég vissi ekki betur en þú veist, hlutin gangi ekki alltaf upp og maður fær ekki alltaf það ráða sjálfur og en þarna, þú veist, þetta er rosalega erfitt með að sætta mig við, þú veist, að þetta yrði ekki bara eins og ég hafði ætlað að þetta yrði en aftur á móti lærði sjúklega mikið á því og kannski, eins og segir, ef maður ferir þetta yfir í lífi sjálft að vita að, þú veist, þó maður sé með einhvern ákveðin ramma eða einhver svona ákveðna framtíðarsýn eða einhverju hugsun að það er mjög mikilvægt að vera bara tilbúin að svona go with the flow og breyta til og ekki vera alveg ferkantaður og þú veist, sérstaklega líka lærði maður í þessum lokunum, þú veist, aldrei hefði mann dottið í huga fyrirtæki þurft að loka, eða skilju, það hefur bara aldrei gerst. Pabbi stofnaði Vörklass 85, þú veist, búið í 36 ár eða 35 ár þegar að lokar hann í fyrra þú veist, það hefur bara aldrei gerst Vörklass opið sko 365 ári eða skilju, þannig að þetta er eitthvað sem að maður hefur ekki stjórn á og maður þarf það bara að vinna með það og hann algjörlega eins og segir með sko bara eins og með tókstum akademi og þá er maður með eitthvað skýra sín hvernig það verður og síðan verður eitthvað annað þá verður það svo krefandi fyrir manni að þú veist að breyta og búið til nýja framtíðarsýn eða eitthvað það er svona, sérstaklega maður yngra að maður svolítið barnalegur með framtíðina sko, fattar mig maður heldur bara, maður eignast maka og svo ætlar maður að gifta sig og svo eignast börn og svo er maður þessar vinnu og svo kaupir maður hús og stjari svo er maður alltaf bara eitthvað þú veist, fyndi að hugsa það núna og maður er svona, ok ég er bara alls ekki þannig eða þú veist, ekki neitt af þessum hlutum sem ég held en lífið mitt er geggjað eða skilja þannig að algjörlega, það er svona það er, eins og sé, það er svolítið banalegt að hugsa að maður sé alltaf, sem maður allir hafa sko gengið í gegnum að verða eitthvað svona ákveðið en síðan er líka ógeðslega krefandi átt að sjá það er ekki þannig og maður kannski hefur ekki maður er ekki við stjórnvöldin basically sko og sama hvað það er sem að verður til þess að áttir því á að lífið er ekki þannig þú veist hvort það sé sambandsslit eða þú kemst ekki inn í skólan sem allar í eða fegst ekki vinnuna eða hvað sem er þú veist það hafa allir svo ótrúlega gott að því og allavega ég persónulega svona ég bara svona ég vona allir gangi gegnum einhverju höfnun eða einhver svona mistakast eitthvað ekki að því ég vil einhverju mistakist heldur að því að mér finnst eins og maður veit bara ekki hvernig lífið er nema átt sjá þessu mitt maður lærir svo mikið á því einhvern veginn og það er nýja sín á lífið og þú að sé krefjandi sko algjörlega ok, við höfum að fara áfram hvað miskilur fólk við þig? Hvað er fólk til með að halda því sem er ekki rétt? Ég heyri ofta held að ég sé leiðilega tussa eða góð með mig eða eitthvað slags ok síðan heldur fólk líka ofta að maður er eitthvað ljósari skvísa að maður hafi ekki vit í kollinum okay. þannig að en ekkert neitt sem á neitt alvarlegan hátt sko sem ég hef eitthvað lent í að fólk ég held alveg ekki, það kemur það ekki til mín ok, þannig að það er tvennt að fólk heldur að þú sérst leiðileg tussa en sko það er til dæmis hana og þetta er til dæmis eitthvað sem ég og Hildur höfum alveg mikið rætt okay. Það kemur allavega hjá okkur báðum bara út frá feimni þú veist, fólk heldur að maður sé lokaður að vilja ekki kynnast í eða hana heilsiki eða eitthvað svona en þú veist, það er alveg þeirra auðvitt og ég held síðan hjá flestum það er bara manns eigin óryggi og manns eigin feimni þannig að ég er samt allavega þegar ég var lítil var ég bara mjög feimin bara algjört lítið blóm en þannig ég var alveg unni mikið í því og eða þú veist, mér finnst ég að þroskast mér finnst ég ekkert þannig sé feimin í dag en ef ég er ein einhvers staðar og í einhverjum aðstæðum og ég finna sjálf til dæmis bara ef ég mæti einu á æfingu þú veist, mér gerir mjög oft samt en það er alveg, þú veist, mér finnst það alveg krefjandi og þá svona kannski svona labba ég bara inn, fyrir bara minn stað þú veist, er ekkert mikið eitthvað því það er ekki einhvern veginn mitt comfort zone og það er ekki endilega mínu bestu vinir í kringum mig og þá kannski held að hinn er að ég sé bara ekki góð með mig og sé bara labba inn og fyrir bara hann fremst og er eitthvað saka hann að góð með mig eða einhver, þú veist, tussa eða eitthvað en þú veist, þá er það bara þeirra þá er það ég bara að vera bara litla feimna Birgitta aftur, skilji okay. Þannig að þegar fólk heldur að sérst
þá ertu raunum bara feimin. Já. Ok. Ég held allavega að ég hafi ekki mikla þessu stæli í mér, sko. Nei. Svo fyndi ég hvað, þú veist, maður sér sem að ég er bara einstakleikur rektin og ég þekki og þú kemur inn og þú ert eitthvað feimin hana og ég hugsa bara, hún heilsaði mér ekki, bara eitthvað, síðan byrjar maður strax að byrja að biðja hún getur hún verið pyrr út í mig, bara maður heldur alltaf snúist mann sjálfan. Og allir að hugsa sér sjálfan, eða þú veist. Síðan þetta bara einhver önnur rökrættar ástæða að þú ert bara feimin, skilur mig. Já, allavega oftast ekki hjá flestum, sko. Þá vitum við það, þú veit allan ekki þess. Nei. En með hinpunktin, ég svolítið á að fólk haldi og sér bara ljósa skvísa og... Já, eða þú veist, það ekkert kannski eitthvað sem eitthvað svona sagt við mig þannig séð. Nei. En þú veist, þeir sem þekkja mig og svona vinkonur mínar og vinir í kringum mig, þú veist, hafa oft svona orð á því að fólk vitur ekkert hvernig ég sé eða hvernig ég hugsi eða þú veist, hvað ég er búin að hvað sem ok, til dæmis eins og bara svona Instagram skilju, maður er eitthvað dettur inn í að eða hvað sé ég, dett inn í við stelpum að byrja með eitthvað Snapchat þegar vorum yngri er ekki fitt, vorum að deila æfingum og síðan bara svona stækkar það og í svona óstráðu framhaldi þá stækkar mitt Instagram og svo bara fer maður að fá eitthvað spennandi verkefni og einhvern veginn er maður orðinn áhrifavaldur eins og það er kallað. Skemmtilega orð. Þetta er skemmtilega orð. Ég veit ekki að hverjum, þú veist, já, mér finnst það pirrandi orð. Ekki að því að mér finnst eitthvað að því að vera áhrifavaldur, heldur að því að mér finnst ég vera svo miklu meira. Og mér finnst leiðilegt, en þetta er til dæmis bara eitthvað óryggi hjá mér, mér finnst leiðilegt eins og það er eitthvað að vera að fjalla eitthvað í fréttunum með eitthvað og það stendur áhrifavaldur Birgitta Líf. Ekki að því að áhrifavaldur sé eitthvað neikvætt, skilur ég, en þá fæ ég samt svona, en þú veist, ég er í mjög stóru stöðu, þú veist, í vinnunni, ég er búin með lögfræði, ég, þú veist, fór í mastersnám, skilju, bara svona, mér finnst ég vera miklu meira, þú veist, heldur en áhrifavaldur. Þú veist, og mér finnst plattformið mitt á Instagram koma út frá þú veist, því sem að ég hef verið að gera og vinna í kringum og þú veist, með minni reynslu. Þannig að mér finnst leiðilegt að fólk heldur, þú veist, en eins og það skiptir heldur ekki máli hvað fólk heldur, en ef að fólk sér bara Instagram, sér bara eitthvað ljósa stelpu og bara eitthvað, já, hún gerur örugglega ekkert í lífinu, eða þú veist, er bara eitthvað á Instagram. Þannig að, og ég fæ oft svona við hefum talað það vinkonunnar að ef við fyrir mér svona hvað sem er svona spurningarleiki eða eins og svona trivial eða þú veist þegar maður er að spila þá er það alltaf bara af hverju veist allan þessu hluti af því ég, þú veist, ég er alveg klár og ég les ótrúlega mikið fréttir og bækur og alls svona og þú veist þá er ég alltaf svona hvað heldur að ég ætti ekki vita eða skilju eða einhverju þú veist kærastar vinkonum mína bara eitthvað vá það kemur alltaf svo mikið óvart í þú veist þessum spilum og þá er ég alltaf svona hvað helst að ég var bara heimsk og viskin eða skilju, maður svona ok, ég veit að menn sem hrós en samt kemur þú út eins og sérst að segja að ég hefði ekki átt að vita að því að, þú veist, af hverju ég ekki vita frekar heldur en næsta mannskja sem að, þú veist vinnur í bankanum eða eitthvað, skilju þannig að ég held að það sé bara já, ég held að það sé eitthvað sem fólk miskilur en ekki að það skipt samt heldur neinu máli en þetta er samt eitthvað sem fyrir töðundar á mér, skilju. Já, fólk þá bara sér ljósarða stelpu á Instagram sem er bara sem er samt geggjað, skilju líka. Já, ég veit það. Og bara ekkert sjálfsagt heldur að hafa náð þeim plattformi. En þú veist, hlutinni bara gerast ekki sjálfsögðu. Eða sjálfkrif. Að sjálfur sér. Já. Og algjörlega, fljótt að setja það bara eitthvað í bóks að hún sé bara svona og þá ertu bara skilgrind sem áhrifaldur þó það sé ekkert neikvætt. Nei, þú veist, ég meina ekki endilega áhrifaldur en bara kannski haldi, þú veist, að þú veist, það sé ekkert meira veit ekki hver fortímin er eða hvað fjölskyldan hefur gengið gegnum eða hvað leiti til þess að við erum í þeirri stöðu sem við erum í dag haldi kannski ég sé bara eitthvað að versla netinu á daginn en ég er bara ekki mæti vinna allar mótna, eða skilu mér svona það og ég hef þú veist, verið að reyna að vinna í því líka bara hjá sjálfur mér að vera ekki pæla svona mikið í þessu og því stundum finnst mér eins og ég þurfa að sýna að því, einmitt, Instagram maður kannski bara setja inn einhver svona þegar maður er að gera eitthvað skemmtilegt og þegar maður er að fara á æfingar eða þegar maður er að fara
hitta vinkunnar eða skemmta sér eða, þú veist, ferðast og eitthvað svona. Maður er ekkert, þú veist, maður er ekkert að setja endilega þegar maður er á skrifstofunni eða skilju, eða þegar maður er að mæta snemmmótnana eða eitthvað svo list, þannig að eða þegar það er ógeðslega mikið álag eða mikið að gera, skilju. Þannig að, en oft er ég bara svona, ok, ég ætla að posta í sig í vinnunni, eða þú veist, finnst svona eins og ég þurfa að sýna það líka, eins og ég þurfa eitthvað að sanna mig eitthvað, en auðvitað á ég ekkert að vera pæli því. En fólk má sannlega vita að ég veit alveg eitthvað. Já, að því ég fekk þið hingað til mín, það var ekki út því að ég þekki það, skilur mig, og það var ekki að því að þú ert áhrifavaldur á Instagram í rauninni, því ég veit að þú ert miklu meira en það, skilur mig. Þannig að þetta er mjög góðar pælingar. Síðasta þáttaserja sem Hámór elskar, ég held ég veit ekki hvort elskar enda seríuna, en kannski ég leiði þau bara að svara. Já, hvað er það? Ég er Bachelor, sem kannski var þetta ekkert góð sería. Já, herri, já, við náttúrulega horfum hana eins og þú veist að hverjum einst á þriðjudegi. Sko, ég er náttúrulega frekar ný í þessu Bachelor, þannig að þetta er fyrsta Bachelor-sería sem ég horfa á. Ok. Horfði á hana Bachelorette fyrir áramót líka með stelpunum. Þú veist, mér finnst þetta fín sería, sko, því ég hef ekkert annað til að miða við, en það segja allir að þetta hafi verið eitthvað versta Bachelor-serían. En við náttúrulega erum að horfa á Real Housewives, þannig of Beverly Hills. Já. Og ég og Hildur vorum hérna allan sunnudaginn, eða svona hálfan sunnudaginn að hámhorfa það. Var það gaman? Það er geggjað. Já. Það er geggjað, en það var svona lífi fólki. Ég veit það ekki, þetta er bara svona ég veit ekki, þetta er svona eins og eitthvað svona alter egos, það eru svo ógeðslega ekstrím og fyndnar og þú veist, þetta er bara ógeðslega fyndið að fylgjast með þessu, en síðan finnst okkur líka gaman að því það er klæðið sér flott og eiga flotta hluti og þú veist, þetta er bara svona eitthvað sem allavega mér finnst gaman að horfa á það. Já, mér er svo gaman að horfa á svona, svo ég held að sko flestir horfa á mig og hugsa að ég hef ekki hort á sko 4-5 seríur á Lofaland. En fyrst þegar ég byrja að horfa á þetta var ég svona, ok, þú veist, hausinn mín er ekki alveg ná aðdegli, það vantar eitthvað sögutróðina, en síðan bara dyrkaði ég þetta, sko. Já, ég nefnilega var eins, þú veist, ég er frekar ný, þú veist, ég byrjaði að horfa á þetta allt í fyrra, þannig að semst það lokaði, þú veist, ég annars almennt hef ég ekkert mikið tíma til að hanga heima á sjónvarpi, en jú, inn á milli, en þannig að ég er búin að horfa mjög mikið á sjónvarpi síðasta árið. Og fyrst, einmitt, þegar ég byrjaði að horfa á Lofaland var ég bara, hvað sýra er þetta? Skilju. En það er bara með þetta eins og svo margt annað að maður má ekki vera of þröngsýn af því að þetta er ógeðslega skemmtilegt og mér finnst bara meira kúl að viðurkenna heldur en að vera bara eitthvað, þetta er eitthvað ný. Já, ég hef sjaldan hlegið mikið, sko. Nei, nokkulega. Þetta er bara skemmtun, ég meina þetta er bara raunveruleiki sem var bara gert til að skemmta fólki, annars myndi þetta ekki virka. Nákvæmlega. Uppáhaldsmatur? Þetta var spurningin sem ég vissi. Já, ok, hún er frekar ómerkileg, sko, en samt, þú veist. En samt, þegar Hildur sagði þetta, ég hef búin að vera allan tíma bara, hvað? Þú veist, ég hef búin að hanga yfir mér. Mér finnst mjög erfitt að velja uppáhaldsmat, en ég elska truflu, ég elska pasta, ég elska steik, eitthvað basic, bara truflupasta, þú veist, það má bara vera parmesan trufluolía, fersk trufla náttúrulega geðveikt ef maður kemst í það, það var oftast kannski erlendis og pasta, þú veist, það er bara styrla kombo, sko. En síðan elska ég líka, ég er alin upp bara við, þú veist, rauðar steikur, sáríkar steikur og það er aldrei meðlæti með því heima. Bara steik? Já. Ekki neitt annað? Helst, oftast ekki, ég fæ stundum kartöflu ef ég mæti og eldana. Það er bara, ef steikin, þú veist, og það er ekki sósur eða neitt, skilju, það er bara steikin er það góð og svo bara salt og pipar. Þannig að þú átt ekki þurrnett með því? Það átt ekki þurrnett með því, ef steikin er nógu góð þá átt ekki þurrnett með því. En síðan líka eins og wagyu beef eða eitthvað svona, þú veist, fituríkt, sáríkt kjöt, bara salt og pipar. Það ertu fyrir einfaldamat þá? Að þú veist, eins og pasta? Já. Ég er alveg, sem er mjög gaman að elda og ég elska mat, en ég er líka alveg frekar, þú veist, ég myndi ekki segja að ég væri kannski basic, af því að ég kannski borða, þú veist, einmitt, alveg svona sérst, eða það er ekkert allir sem fíla truflu eða þú veist, eintóma nánast ráa steik, skilju, en þannig að ég er líka mjög einföld, já. Það þarf ekkert mikið til að gleðja bragðlíkunum mína, en samt, þú veist, jú, það þarf samt að vera eitthvað sérstækt, sko, já.
Það að vera vel gert. Já, alltaf. Það allt í eldamennskunni, sko. Já, nákvæmlega. Hvað á náttborðinu hjá þér? Herðu, það svona Lumi vekjarklukka. Ok. Sem að svona dagsljósa hana, þú veist þannig að kemur ljós sem vekur mig. Sem að mér finnst alveg game changer. Og síðan alltaf með vatnsbrúsa. Ég get ekki fara að sofa en að þamba vatn. En þar leiðandi vakna ég alltaf á nóttinni. En ég pæli ekki í því. Ég hef vaknað á nóttinni bara alltaf. Ég man ekki eftir að hafa sofið heila nótt, þú veist, án þess að vakna, bara aldrei. En ég svona vakni, þú veist, ég fer bara að pissa, þó mér hendur og svo bara einhvern veginn fer ég aftur og fer svo, þú veist, ég ekkert að fara í símann, þetta ekki trufla svefninn minn, sko. En ég ekki meðlega með þessu, sant. Síðan ég með bara svona tóma bók og penna sem að ég skrifa oft í. Eða ekkert oft, en ég skrifa í, kannski, eða eitthvað sem að mér líkur að huga. Já, fyrir svefnin þá, eða bara þegar hún ekki að sofa, eða hvernig? Já, oftast kannski fyrir svefnin, já. Ok. Bara svona hefur hjálpað mér kannski ná utanum ef mér líður ekki nógu vel, eða þú veist, eitthvað svona að reyna áttum á hvaða það eða ég byrjaði á sig núna í svona lokunum, það allt í einu fannst mér svona, var eitthvað svona tómarúm og maður var allt í einu, mér fannst ég ekki hafa tilgang, skilja, því ég var ekki geta mætt á æfingar með fólki og ég var ekki geta mætt í vinnuna og þú veist bara, það var svona smá svona öllu kipt undan á manni og það sem var erfitt, skilju. Þannig að já, ég hef búin að halda þessari bók bara ennþá á náttborð. Ég byrjaði sem að skrifa út af því að sálfræðingurinn minn mældi með að skrifa niður hvernig mér liði og svona reyna áttum á því og mér fannst það bara mjög gott, þannig að ég held því áfram. Og síðan ég búin að kaupa mér einhver blóm og vasa til að hafa smá cute í kring. Þannig að já. Þetta er frábært þegar við tölum bara að skrifa, sko. Þetta er að tala, skilur. Þetta er gott tól, sko. Þú veist, þetta er bara, veist, maður hefur ekki alltaf aðganga að sálfræðingnum eða einhvern að tala við, en að ná að skrifa og ná að sko skipuleika þetta kaos sem er stundum í hausunum á mér. Það komaði bara út. Koma út. Ég ekki eins og búin að lesa þetta aftur, skilur. En þetta er bara, einmitt, þetta samt þarna, þannig ég get reynda, þú veist, ef mér byrja að líða aftur svona, þá get ég svona, herri, hvað var það, þú veist. Þá getur líka séð eitthvað sem þú skrifaðir þarna sem kannski varst að upplifa það að hjálpa þér. Já, akkurat. Já, ég sem var Matthew McConaughey, hann gaf út bók, hann tók dagbækur í 35 ára eða á hverjum degi. Bara þegar hann gekk illa og líka þegar hann gekk vel. Hann held áfram að gera það hann gekk vel. Akkurat. Sem sá hann eitthvað ákveðið mynstur. Ákveðið mynstur, já. Af því oft skilja heldur maður að hlutinir, eða maður líði einhvern veginn út á einhverju ástæði, en svo það kannski bara, svo sér maður kannski mynstur og maður, það var eitthvað allt annað, eða skilja. Þannig að, já, mér finnst alveg næs, en ég ekkert eitthvað svona, þetta ekkert svakalegt, skilja, sem ég skrifa, eða þetta bara svona, einmitt, bara punta eitthvað aðeins niður, bara fyrir sjálf sig. Já, ég meina, ég tala fyrir sjálf með það og skrif breytt lífinu mínu, sko. Að því að, þú veist, mér finnst einhvern veginn, sko, ég finnst einhvern veginn ná að tala, hvernig getur orðað þetta, mér finnst ég ná að tala við einhvern áður sem að ég sé einhver hjá mér. Já, við sjálfan segja samt ekki bókslega við sjálfan segja því maður að koma sér út. Algjörlega. Því að, þú veist, maður hefur, sko, sem maður, sko, vandansamt líka þegar maður tala við aðra eitthvað. Já. Að þú veist, það byrjar strax að tala þú veist, það hefur að helmingi verra, eitthvað annað fólk helmingi verra eða reynir að ráðleggja þér hvað það gera eða eitthvað svona, en þú veist. En það ekkert endilega það sem mann vantar á þeim tíma. Nei, mann vantar kannski bara einhver tengi við mann. Þannig að mér veist, ég fer ekki að því, sko, að skrifa, sama eitthvað formið það sko, það gengur illa og gengur vel, ég held sé bara manni tól, sko. Og rosa mikilvægt, sko. Þannig að mér finnst mjög gaman að heyra það. Hvað að finnast það sem við lenti nýlega? Vá. Hvað ég búin að vera að gera? Bara fyrsta sem kemur í hausinn minn þegar við stelpuna vorum hann í skíða fyrir en daginn og það voru nokkrar að læra skíði fyrst sinn. Það var flugun okkur sem á hausinn. Það var alveg mjög fyndið, sko. Þó maður ekkert að hlæja. Man allir byrja undir einhvern tímann, sko. Alltaf að hlæja þegar og þú veist, það var bara og það var ógeðslega skemmtileg ferð og maður hló mikið. Þannig að, já.
annars ekkert sem að myndi eftir hug sérstaklega, sko. Nei, þetta svo, það kemur alltaf mikið hljóð þegar ég spyr einsleika hvað fyndislendi maður svona tekur ekki nóg mikið eftir því, sko. Nei, það alveg rétt, sko. Það var einn Tryggveðaritt sem var á podcastinu á mér, veit ekki hvort hann sé búin að koma þessi eftir kemur út eða ekki, en hann var að skíða og lærði að skíða á YouTube. Já, ok. Bara einhver smá tíma því að það var eitthvað bíð í skíðakennslu og hann nennti ekki að bíða. Já. Og hann fór niður fyrstu brekkuna og bara, ég er alveg með þetta. Síðan fór bara næstu brekku sem var mjög stór. Hann gleymdi að YouTube á hvernig maður á að stoppa. Nei, hann bara niður. Bara niður, beygði til hægri, lent á stökkfall og endaði með það brjóta báðar hendurinn á sér. Oh my god. Það var svo Já, einmitt. Mamma reyndar, hún einmitt handlegsbrotin núna. Já. Hún það reyndar smá fyndi, en samt henni finnst ekki fyndi, sko. Hún var semst á gönguskíðanámskeið og hún standi kyrr og hlusta á kennarann og það kemur konu og skíðar á hana. Nei, Þannig að það er ógeðslega leiðilegt, skilju, og ótrúlega pirrandi og hún er í gifsi og eitthvað, en kannski gott núna að það er lokað, þannig að því hún náttúrulega er að kenna leikfimi alltaf, þannig að það er kannski ekki að koma niður á því akkurat núna, en mér fannst þetta pínu fyndi líka það pabbi sagði, hún segist að vera Siglufirði og svo pabbi sagði mér bara, herri, hvað kyrta með mig á hann, hún handlegsbrotin, ég held náttúrulega bara, hefði bíll kyrta á hana, skilji, að því hvernig getur handlegsbrotin á gönguskíðum, þannig að, já, mér fannst það pínu fyndi en samt, hún örugglega ekki sammála mér. Nei, hún hlær kannski að sestir. Já, hún hlær örugglega þessi núna þegar þetta kemur út. Ég bara pæli að vera bara á gönguskíðan og standa bara allt inn í ferði bara hvernig á ferðinni. Já, það er ógeðslega pirrandi að, ef maður meiðir sig og maður sjálfur datt eða gerir mistöku eða eitthvað, þá getur maður bara sjálfur sinni kennt. En ef það er að völdum einhvers annars, það er svo pirrandi. Ég hugsa líka bara oft, hvernig heldur að ég væri með svo mikið samviskupið, myndi ég handlegsbrota einhvern því ég náði ekki að stoppa mig, Já. Ég hugsa stundum bara hvernig líður hún er alveg búin að senda henni kampaðinn og svona. Já. En auðvitað, ekki neitt viljandi, skilju, slysing gerast, þannig. Já, svona partur af þessu. Hvað hélstu einu sinni að væri satt en orðstu öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Vá. Þetta er spurning. Þetta er krefjandi spurning. Náttúrulega einhver leiti bara það sem við vorum að tala um á hann. Já. Að maður stjórnar ekki lífinu sjálfur og hlutinni geta breyst og plön geta breyst og svona. Maður hefur ekki allt í höndum, eða maður hefur ekki stjórnina alltaf í sínum höndum. Það er ekki svolítið svona bara auðmýgt og æðruleysi svolítið bara að leggja svolítið bara árar í bát. Jú, harandi því. Ég held það, sko. Já, annars er ekkert eitthvað svona sem er dettur í hug þannig séð, sko. Nei, það er aðalega það að þú veist að sé ekki fast bara lífið og... Já. Þú veist, þó það sé ekkert þegar ég vissi ekki betur, þá var það ekkert sem ég var bara eitthvað, þetta er satt, eða skilju, ég var kannski ekkert að pæla í það. En, já, en þetta er klárlega eitthvað sem að er öðru í sig heldur en ég held. Ég held líka að það verður svo mikið kemur svo flatt upp á mann ef maður er svona fastur á einhverju, þá sér maður ekki svona að veist, eins og þegar fólk lendir bara í einhverjum áföllum og svona, það kemur svo það er ekki hægt að koma í veg fyrir hvernig maður bregst við því beint, þú veist, við vitum ekki það að gerist. Það er svo margt sem við erum ekki meðvituð sem getur bara gerst núna, skilur, þú veist, ég geti ekki fengið hjartaáfall núna á dáið, sko, þú veist, ég geti dáið á leiðinni heim, ég geti Hildur geti farið frá mér, ég geti allt í einu bara mist líkamlegu heilsuna, allt þetta sem ég er ekkert... Allt sem maður hefur ekki stjórn á. Og ég bara er ekkert meðvitaður þessu augnablik, skilur mig. Einmitt, frændi minn var bráðkvættur, núna bara fyrir hvað 2 vikur síðan núna og þú veist, þetta einmitt, allir svona hlutir sem að gerast, þú veist, það áttar mér svo mikið á bara þú veist, hvað maður verður bara að njóta dagsins í dag og njóta augnabliksins og þú veist, fara sáttur á koddan og þú veist, einmitt, maður hefur ekki stjórnan einu, þú veist, það er bara einhver annar sem er að ráða ferðinni, sko. Það er svolítið þannig, sko. Þannig að, já. Það sé ekki bara okkar að... Og svona moment, svona minnum mann bara á það, skilju, eins erfitt og
sorglegt og leiðilegt það er bara svona lífið. Já, lífið ég sé ofta lífið þjáning. Svona, og ég dead serious í því, sko. En sko allir verkefni okkar sé ekki þá að bregðast við þannig að við setjum ekki of mikla óþarfa umfram þjáningu heldur en lífið er. Algjörlega. Við gera eins þægilegt og við getum fyrir okkur. Við getum ekki valið hvort að við fáum, þú veist, að við munum þjást, en við getum kannski valið alla umfram þjáninguna sem við setjum á okkur. Algjörlega. Mér finnst margir setja mjög mikla umfram þjáningu á sjálfan sig sem að, þú veist, svo mikil óþarfi og ef þið myndir bara breyta hugsunarhættinu sínum eða viðhorfi eða vera jákvæðari eða skilju, sem lesa bókina þína til dæmis, eða skilju, það svo margt sem hægt að gera sem bara innra með okkur, bara í hausnum til að líða, til að gera þess að þjáningu bærilegri. Þannig að það ógeðslega sorglegt þegar fólk þegar maður sér fólk þú veist, gera öfugt skilju, og allt svo erfitt og allt svo neikvætt og allt þannig maður þekkir náttúrulega alltaf nokkra þannig. Já, og það er svo erfitt að segja við þess einstaklinga bara, þú veist maður okkur Pollyanna, bara eitthvað hefði verið. Já, en þú veist og ég þreit svo sem ekki að segja þetta, sko, þú bara getur lest bara Viktor Frankl leitan tilgang lífsins eða fólk sem hefur lifað við herfilegar aðstæður og lent í ógeðslegum hlutum, en bara ef eitthvað helviti er til, þá er þetta helviti. En samt, og alltaf skilabóðin er bara, þú veist, það er aldrei hægt að taka frá þér bara frelsi hvernig þú bregst við aðstæðum, skilur mig. Algjörlega. Og þegar maður þess vegna og það er svo erfitt að segja þessi skilabóð við aðra, en þetta er svo mikið sannleikur í því. Nei, einmitt. Þú veist, ég bara bara eins og fyrir mig sjálfa, þú veist, þó ég sé búin að maður náttúrulega veit aldrei allt og maður er aldrei búin að læra allt, en ég til mér svona bara vita mikið í hvernig ég get linað eða sleppt einhvern svona umfram þjáningum og hvernig viðhorf ég hef á lífið og hvernig mann getur bara liðið vel almennt og svona, en síðan til dæmis þegar var lokað þegar vinnan mín var lokuð í 2 mánuði, en hvað var 3 mánuði núna, yfir jólin og allt það þú veist, þó ég viti þú veist, það er bara svo óvissa og svo erfið og óþægileg og allt það og ég veit hvernig ég get bara ég get bara vaknað og haft eitthvað rútínu og haft eitthvað, ég ætla að gera þetta í dag og ég ætla að, þú veist, fara út að skokka eða taka ykkur æfingu eða, þú veist, geta haft eitthvað plan og datt ég samt í það í svona 2 vikur þar sem ég bara, þú veist, svaf kannski svona sirka til hádegis, vaknaði, þú veist, fekk mér borða, fór upp sófa, horfði á sjónvarpið, vorkenndi mér, leið ógeðslega illa og bara ógeðslega mikið myrkur úti, allir að gera sitt, eða ekkert allir, hann alltaf mjög mikið lokað, en samt svona aðrir kannski í sínum vinnum eða sínum verkefnum og þú veist, ég hafði ekki vinnu til að mæta í, ég gat ekki, þú veist, hafði ekki lengur orku til að fara á æfingar eða þú veist, ég bara ekkert svona búin að missa bara svona, ég bara svona vonleysi og ég bara horfði á sjónvarpið, svo kannski fekk mér aftur að borða og svo bara svona sofnaði ég, þú veist, ég svaf, þú veist, ég veit ekki hvað ég svaf mikið, þú veist, ég vissi ekki lengur sko, ég vissi ekki hvað að vera þreyttur var af því að, þú veist, ég var búin að sofa svo mikið og hann samt einhvern veginn sofnaði alltaf bara aftur skilur snemma kvöldið og allt þannig en þarna var ég líka bara ekki að eyða neinni orku þannig ég fekk enga orku ég datt í bara svona einhverja sjálfsvorkun og eitthvað að líða illa þú veist og síðan leið mér illa yfirlíð illa skammast mín þú veist ég hef það ógeðslega gott ég þú veist bara ekkert sem ég vant eða þú veist allt þetta þú veist líða já fá samviskubiti yfir að líða svona sófa með samviskubiti yfir að af hverju er ég að hanga upp í sófa og af hverju er ég bara ekki gera neitt og þú veist ég hef öll tækifæri til þess þú veist þó ég get ekki með því vinnuna eða skilju en þarna var ég sjálf að láta mig líða miklu verð heldur ég þurfti en þú veist síðan bara svona allt í einu bara kikka maður út úr ég bara herðu halló þú veist riðið í gang vaknaði á morgnana farði að æfa og farði þú veist verður með eitthvað eitt markmið þú veist ég ætla að elda þetta í dag eða ég ætla að þrífa baðherbergið eða skilju og þá bara líði mann miklu betur og svo bara dætti maður aftur í gírinn og þú veist og síðan eins og bara þegar allt opnaði aftur þá fann ég bara svona sjálfa mig aftur bara að því ég bara hvað sem var drífu mig áfram að hafa þú veist einhver hluti fyrir stafni að hafa eitthvað markmið, hafa eitthvað tilgang hitta fólk, þú veist allt þetta en samt
þó ég veit allt og veit hvernig maður getur bara svona herra kassan út og áfram gakk, þá samt datt ég líka í hitt, skilju. Og það var, pabbi var bara, herru, út með kassan, skilju, bara, let's go. Svona drama, æfingu og eitthvað svona. Sama hvað einhver annar segir við mann, ef maður dettur í að líða svona. Það er ekkert bara eitthvað, já, ok, eða skilju. Það þess vegna svo erfitt líka að vera utanaðkomandi og segja bara eitthvað, herri, þér þarf ekki að líða svona illa, þú þarft ekki að láta svona, því það er enginn sem getur breytt í heldur en fólki sjálft, skilju. Í enda dagsins og maður getur ekki hjálpa þeim sem vill ekki fá hjálp, sko. Nákvæmlega. Þannig að það líka bara svona ekki heldur hægt að vera bara eitthvað, já, maður þarf bara að horfa á svona hlutina og vera bara jákvæður og vera svona, að því maður getur samt alveg sjálfur dottið í hitt, sko. Það er bara allir mannlegir. Já, og það er líka, við erum ekki að tala sko, það er líka í lagi að líða illa, sko. Það er ekki hægt að vera 100% alltaf, sko. En þú þarf ekki að líða illa og láta það líða verð, skilji. Nei, fyrir vikið, já. Það er kannski meira minn punktur. Auðvitað líka bara eðlilegt að finnast erfitt og leiðilegt og bara sem allir eru búin að upplifa í þessu skrýtna ári. Það er allir búin að upplifa alls konar og allir á sinn hátt og eins og ég er ekki að orkina mér eða eitthvað svoleiðis, en bara þetta er eðlilegt að líða illa og ekki líða alltaf bara tip-top. Líka, sko, ég vil færa rauk fyrir því að þetta er miklu meir vinna fyrir því, sko. Já, þetta er bara lífið mitt, skilju. Þetta er bara basically svona þegar köllum, Hildur enda þólur ekki að segja þetta, ég segi köllum, og maður segir sinna köllum sinni, en þetta er náttúrulega risastór partur í lífinu, skilju, eins og við talaðum áðan, sko. Og þannig að það kipstundi þú varst mátt þung og fórst að í rauninni að svara þjáningu með þjáningu, með því að draga henni og sko, eitt af því að skammast í því að líða illa og segja, ég hafi það gott, en þó sem hafður líðilla samakvæði hvað aðstæði maður er í, þá má mann samt alveg líðilla, maður ekki að bera sig svona að mínum að því, að þó svo einhver hafa verri maður sjálfur, þá getur mann samt alveg líðilla. En það sem hún gerði var bara rauninni að stefna því að gera eitthvað dæla að þess að gera daginn betri. Eitt af því sem að hann sem hjálpaði mér í að hætta að láta mér líða verð heldur en ég þurfti að gera var að hann, afi minn hann verið nýraður á þessu ári og hann er bara svona einu af mínum helstu fyrirmyndum og bara við erum bestu vinir og hann er meistari. Hann er algjör meistari. Og ég fekk hann Snorra Björns til að taka í podcast við hann eða svona viðtal sem var bara fyrir okkur fjölskylduna að því að vera alltaf að segja mér einhverjum sögur og alltaf, ég er að velreita fyrir hann gömul bréf og við erum að plasta einhverju gamla peninga og núna endafæri erum við búin að vera að vinna í að fá afrit af einhverjum skiphafnarskrám þar sem að hann geti staðfest á hvað skipum hann var að vinna og við erum búin að fara nýra á þjóðskjalasafn og senda sýslumenn alls svona bara, mér gaman að dundast í sig með afa og Snorri tekur viðtal við hann var ekkert í október og ég gef það út eða postaði, sendi bara öllum fjölskyldinu það og þetta er ekki á podcast appinu skilju, en hann og afi setur þetta á Facebook og allt þetta, þannig að allir í kringum hann getur hlustað, sem er ótrúlega dýrmætt og ég hlusta á þetta viðtal við afa og eitt af því sem að sló mig svolítið var þegar hann tala hver lykillinn að því að vera svona hress og líða svona vel og allt svo list, þú ert orðin bara komin á 90. aldursár, skilju og hann talar svo mikið einmitt bara að ekki hanga upp í sófa, skilju alltaf að gera eitthvað, alltaf að fara að hitta fólk hann fer alltaf á rúndin hann fer, skilju hann fer í Kaplakrika og hittir fólki þar og hann fer eitthvað sem hann var að vinna og hann fer upp í eitthvað hjólbarverkstæði og hittir ykkur að kalla þar og svo kemur hann í laugar og hann hittir alltaf þar og fer sér að borða og svo fer hann að æfingu alls konar svona, hann bara hann segir bara að hitta fólk og félagslega tengsl og bara þó það sé bara fara og eins og í COVID þá mátt hann ekki fara að hitta allar skilur en það fór hann bara út og keyrði bara taka smá rúnd bara koma sér út alltaf bara gera eitthvað og bara ekki hanga einn heima
og þarna lá ég, skilju, og hlusta á þetta og ég var bara svona, Birgitta, þú ert að grínast, þú ert búin að hanga hérna upp í sófa í 2 vikur á vorkinæður og láta það líða illa. Þú veist bara, hvað rugl? Og síðan afiðin hérna nýraður bara á hverjum einast degi, þú veist, fer hann út á hverjum einast degi, hann ringir í okkur öll, þú veist, börn og barnabörn og fjölskylduna okkar í Bandaríkjunum, þú veist, hann FaceTimear alla og hann að svara okkur alltaf hvert einasta snapp sem sendt inn á hana fjölskyldugrúpuna Snapchat, hann svarar alltaf, þú veist, fattur ég bara svona halló, bara ríði í gang, þú veist, afi hann fer út alla manna sama, þú veist, amma dó fyrir 15 árum, skilju, hann þú veist, hann verður bara að halda áfram af því að ef hann hangir bara upp í sófa þá bara geta hann alls farið þannig að þetta allavega fyrir mér var smá bara svona hvað? Smá svona sem ítti á stað já, bara svona smá wake up call, sko já, mér finnst það áhugaverður punktu með, sko, líka eins og fólk mér finnst það bara svona astanlegt af mér, eða þú veist, ég var svona skammaður ég er bara svona, er að djóka, hvað er það? En mér finnst líka bara með, þú veist, sumir bíð eftir því að fara elleifsaldur til þess að ekki hætta að vinna á svona, skilur mig og þú veist, hverju maður að bíða eftir til þess að geta farið í frí og drukkið bjór eða eitthvað svona á meðri maður og bara, þú veist, að búa á Hawaii og drekka bjór alltaf, en ég hugsa, þú veist, eftir hvað marga bjóra og marga daga verður bara honum leiður að það, skilur mig þannig, þú veist, ég held svo mikið svona aftaka af að þinn frí er skemmtilegt að því að frí, já, nákvæmlega og ég er líka, eins og þegar að lokaði fyrst þannig að, og maður var ekki að vinna jújú, næsi, skilur nokkra daga bara ekki, já, ok, bara í frí, ég get bara þú veist, þarf ekki að mæti vinnu á hverjum degi eða skilur svo var það bara ógeðslega leiðilegt og Guð minn almáttugur hvað mér leiddist þráum þessa rútínu aftur og komast og gera eitthvað já, það var svo geggjað þegar þetta byrjaði aftur núna, þannig að hvernig var 12. janúar sem opnaði vá, mér leið svo vel, þú veist, ég var bara þetta er lífið bara maður hitti afaðan einhvern veginn í vörklansluðum og maður spjallaði með að fá þig og hvað ég man ekki og hann gaf mér heldur svona 10 já, voru að bjóða vinninum í rektina, gaf mér svona viku passa það var illa gaman á hann, sko já, hann er alltaf, hann að reyna að hvetja fólk til að hreyfa sig og draga mitt vinn sína með eða eitthvað og það, þú veist, ég hef alveg nokkur sem fengi skilaboð frá fólki sem að, þú veist, hefur sagt, já, afið, ég hitti afaðinn, bara ég þekkið ekki neitt en ég hitti afaðinn mitt og hann gaf mér svona vikukort í vörklass og bara þetta breytti lífið mínu þetta er bara, já að hafa svona áhrif já, þetta er svo mikið fyrirmyndir þetta er svo, ég gleymi ekki eitthvað konu, hann getur maður að halda fyrirlestur á Snæfellsnesi og einhver svona 80 ára gömul kona sem var bara með bara blað, nei, bók og blýant hún var bara glósu upp á fyrirlestunum og ég hugsaði bara, ég óska þess að ég verði svona, ég hætti aldrei að læra og byrja alltaf að gera eitthvað og bara læra þangað til að bara að sérst í helgan stein, sko algjörlega, það er mikla fyrirmyndir, sko eitt smá hver er helsti vendipunktur sem eru upplegað lífum til þessa? Mjög mikil vendipunktur eins og ég segi eins og núna þegar maður er allir svona kippt undan manni og það er bara búið lokað og maður fer svona að hugsa allt einhvern veginn upp á nýtt, skilju og ég er ótrúlega, þú veist, eftir þetta og eins og ég segi þegar maður opnaði allt aftur og maður byrjaði aftur og ég fann bara svona þetta er það sem ég elska, þetta er það sem ég vil gera og ég var svona ógeðslega þakklátt og ég held að það sé svona svolítið ekki það að ég vissi ekki að mér finnst það skemmtilega að vinna og skemmtilegt bara það sem ég er að gera í lífinu en þeim bara svona núna, þú veist, þegar fólk spyr ég ætlar bara, þú veist, vinna í workclass eða sér þú fyrir þér að taka við þessu eða eitthvað þannig þú veist, núna er ég bara svona ég sé bara ekkert annað eða þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona plan eitthvað eftir svona mörg ár hætta mamma og pabbi, þú veist, þau hættur ekki aldrei, sko veit ég einmitt, ég segir hvað ættu að fara að gera, þú veist, þau gætu ekki leið að gera ekki neitt, sko en hann já, ég er bara svona mjög þakklátt fyrir hvað staðir á og hvað ég hef og hvað ég er að gera og þetta er ekkert eitthvað svakalegur vendipunktur en mér finnst samt svona já, vendipunktur fyrir mig eða skilja. Já, algjörlega, kannski að þú svona átta mig bara á því. Já, kannski vorum búin að taka þessi sjálfsögum hlut eða þú akkurat. veist alltaf að bíða eftir einhverju eða eitthvað svo leiðis en síðan hefur þetta bara myndið á bara hvað þetta er
stór og mikilvæg þáttur í þínu lífi og fengur svona aðeins kannski meiri á þakklæti fyrir því sem þú ert að gera. Algjörlega. Ég held að það sé svolítið verkefni út lífið, sko. Það er svona að minna sig á því við venjumst öllu, sko. Þú ert pottunir vöna því að öllu sem þú ert búin að gera skilur mig, en mann áttar sig ekki á því hvað þetta er. Og síðan gerist eitthvað eins og eitthvað kippt undan með, en þá bara, þú veist, ok, wow, af hverju er maður ekki í stöðu, sko, að upplifa þetta bara mánaðarlega eða eitthvað. Akkurat. Bara, það var draumur að bara öll eru kippt undan manni í einn dag. Já, bara alltaf, bara svona refresh. Já, bara svona áminning, sko. Ég veist, ég man eftir því að ég var að æfa fótbolta, þá var ég oft svona, tjöðlenni ekki einhver maður, blöytt úti og síðan bara meiddist ég, þá bara leið eina æfing og gæti ekki vera æfingu, þá var ég bara, fokk hvað maður langar til að vera æfingu. Akkurat. Eins og við þurfum að... Ég meina, það er, hvað er ekki eitthvað svona seging, þú veist ég hvað hefur fyrir mistöður? Já. Þú veist. Ætli það sé ekki bara satt? Ég held það, sko. Ég held það líka. Þannig að sama á hvað sviðið það er, sko. Ég ætla að þróa eitthvað verkfæri, þannig að mánaðarlega fær maður eitthvað smá höggjenli og... Eitthvað svona spraut. Allt er umlegt og maður getur ekki gert eitt. Já, ég held að ég verði... Nei, já, eins og allt þetta, þú veist, allt þetta COVID og allt þetta var örugglega sendingað af ástæðu til að aðeins minna mannkynni á bara, halló, þú veist. Já. Bara rífa ykkur í gang. Eins umlegt og já, bara eins ótrúlega hars hana og þetta er, skilju, og búið að vera og hræðilegar náttúrulega afleiðingar mjög mikið sérstaklega kannski erlendis en það er einhver ástæða fyrir sig ég ætla að trúi alltaf að allt gerist á ástæðu. Já ég er sammálaður og ég held að þó svo að þetta sé umulegt þá getur þetta verið mjög lærdómslíkt líka fyrir okkur sem heild og fyrir okkur sem einstaklinga og allt svona 100% ég sama með sko bara þakklæti fyrir að hitta fólk út í búðinu og í ræktinni og bara ég fari í klippingu og allt þetta ég ætla að finna upp þessa sprautu svo hérna við förum í þetta við finnum þetta og við seljum öllum þetta er business um þetta hver er uppáhalds tilraunir þín og af hverju? Örugglega þetta sem ég var að segja okay. Everything happens for a reason allt gerist ástæðu já. Trúir á já, þú trúir að allt gerist fyrir einhver ástæði að þessi hætti svona sé einhverju skilaboð eða eitthvað svoleiðis. Já, ég trúi því sko ég trúi að eins og segja að við erum ekki að stjórna hlutunum sjálf þú veist, það er einhver sama hvað fólk trúir á það er einhver sem er að þú veist, stjórna sig og láta hlutunum gerast og einhver ástæði ég held að segja alltaf einhver lærdómur í öllu og að maður getur laða til sín skilur hluti og bara heimurinn bara virkar í ykkur svona fullkominni ég veit ekki í hverju en það er einhver orka það er eitthvað meira en við áttum okkur á kannski já, ég held það þannig að þegar að kemur eitthvað krefandi upp á manna þá er alltaf einhver sending þar sem maður getur lært af basically já, ég trú því þá er þetta svo góð þetta er svona tengið svolítið eðrileysinu og hérna átt að sjá maður sé ekki við stjórnvöldin basically að hérna mér finnst það mjög áhugavert ég trúi því líka að sé eitthvað meira sko og mér finnst líka bara svo kraftmikið að þetta gefur manni svolítið líka setur svolítið ábyrgðina hjá manni sjálfum upp á það að þú veist akkurat. Það gerist eitthvað, það er einhver ástæði fyrir því þá áttar maður að sjá því hvað það er sko. Algjörlega, þetta er ábyrgðin á maður sjálfan en samt gefur manni líka frelsi til að trúa og treysta á að það sé einhver sem haldi utan um mann og einhver muni passa mann eða skilju sé einhver ástæði fyrir hlutunum og setna munum maður kannski horfa tilbaka og átt sjá af hverju eða hvað það var eða en svona já, og líka mitt bara að mann líður illa eða það er eitthvað sem maður gegnum að bara eins og afi segir að það er einhver orðin uppi sem er að bara passa upp mann það er einhver að fylgjast með manni og kenna og senda manni leksíur já, mér finnst allavega gott að trúa því og einmitt, það veitir mér öryggi mann þarf svolítið að trúa og treysta þessu lífi sko. Sama hvað það er sko. Já, sama hvort sé fólk eða þú veist hvað sem er og það er svolítið
Mér finnst líka bara í viðskiptum eða þú veist samvinnu eða samstarf með öðru fólki og svona að mér finnst bara traust númer 1, 2 og 3 en leiðum að finnur að einhver svona efasemdir eitthvað traust eða trúverðleika þú veist þá það spilar eða það hefur alltaf neikvæð áhrif Finnur maður það strax? Já, ég held það okay. En það þýðir ekki að það get ekki breyst Þú veist, oft þarf bara að slípa saman, þú veist fólk með ólíkar skoðanir, ólíkar nálganir og svo kannski kemur fólk saman og að fara að vinna saman eða, þú veist, ef við tölum út frá því og það ofta einhver efasemdaraddir eða einhver trúir þessu, einhver heldur þetta og einhver þú veist, einmitt efast eitthvað traust eða hlutinni verið gerðir eins og þessi sagðir en leið og svona allavega fólk vinnur saman til lengri tíma þú veist, slípast saman og það skapast traust og svona mutual understanding eða þannig þá einhvern veginn finnst mér hlutinni fara að rúlla og ganga vel og maður vinnur bara betur saman ef maður í sama liðinu, skilju Það er líka góða punktur að þú veist það er oftast ekkert eitthvað eitt augnablik sem maður öðlast traust frá einhverjum, þetta er bara svona lítil augnablik yfir tíma já, algjörlega tekur kannski langan tíma að byggja upp og þar hugur ekki að byggja upp traust held ég en tekur bara 1 sekúndu að brjóta sko algjörlega og það þarf að trúa það þarf svolítið að trúa manneskinu og líta á að trúa hvort sem maður í hvað skilningi sem maður horfir á það maður þarf svolítið að trúa góða trúa góði fólki og svona og maður finnur bara sjálfur svona ef maður finnur einhver efast mann eða ef maður heyrir að einhver já, þú veist, sé eitthvað efast mann eða tala mann, þú veist, við einhvern annan eitthvað svona þá eða alltaf ég er bara svona þá bara svona bakk maður svona og maður fæ bara svona, veit ég held að við verum hérna á sama stað eða, þú veist, í sama liðinu og verðum að vinna saman eða, þú veist, og þá svona já, þá finnum maður kannski meira bara svona með hverju maður vill vinna og hvað hluti ganga upp og ekki Algjörlega og sérstaklega ef einhver að segja eitthvað sem maður að það svona, það brýtur klálega traust. Algjörlega. Mér finnst líka ég upplifað eitt, ég veit ekki hvort að þú hefur upplifað, mér finnst líka sko stundum þegar ég er með fólki og einhver að tala aðra, eitthvað sem það á ekki að segja mér. Já. Þá finnst mér það svolítið tröstisjú fyrir mér líka sko. Að það muni örugglega að segja eitthvað sem þú ert að segja. Já, þá kannski, það er svona smá svona trigger hjá mér svona að ég treysti þér 100% sko. Já, algjörlega. Maður verður bara svona, já, að reyna að lesa fólk og sem tengist maður og öðrum ekki, en þú veist, síðan hefur maður alveg lesið fólk vitlaust, skilur við, það er ekki það. Ég er ekki eitthvað með hann eitthvað sem er hrein og skildi að hafa lesið alla rétt uppalega, sko. Nei, ég hef alveg verið á, ég er frekar þannig þengjandi lífi að ég líti á bjartaði fólki og ég treysti öllum í rauninni, flestu. Það er einstakar sem ég fæ tilfinning í magan og það er bara svona, bara... En ég líka, og þú veist, það hefur alveg komið niður á manni líka. Já, en það auðveldar svo... Hvað segir þú? Nei, ég ætla að segja, ég held að það sé líka bara hluti af þessu, þá átti það bara að gerast og maður átti bara að læra því svona, skilju. Já, ég hef líka verið á þeim stað að ég kannski, eitthvað tímabil sem ég hefur bara, ég líti á hvað er bak við það sem hann er að segja núna, af hverju vil hann þetta og svona, og verið svona að taka eftir svona vondu eiginlega við manneskjuna eða eitthvað svona, það bara gerir lífið mitt bara leiðilegra og bara, já, eiginlega bara líðum bara ekki eins vel, sko. Nei, nákvæmlega. En þó svo, sko, ég treysti flest öllum að þá vitandi það að ég get verið einhvern tímann bitinni að koma niður á mér þá bara sendir það með einhver skilabóð sem ég læra af, sko. Og líka bara svona, svo lengi sem maður veit að maður sjálfur hann er að gera vel og rétt og gera það sem, þú veist, starfa á heilindum þú veist, sama í hvernig samskiptum það er að í hvað stöðu það er eða aðstæðum, hann þá einhvern veginn á maður ekkert að segja eftir neinu, skilju. Sammála því. Ég veit að þið hafa einhvern tíma verið í þessu því vinkonur held ég. Ímyndaði þér að það var ekki hægt að dæma þig og geti sagt frá einni skoðun sem geti verið túlkuð sem óvinsæl. Hver var þessu óvinsæl skoðun? Við erum alltaf í drykkileikana óvinsæl skoðun. Vá. Þú heldur að vera fulla óvinsæl skoðun þá? Ég er að hugsa eitthvað sem við höfum talað einhver óvinsæl skoðun sem ég hef.
ég reyndar segi eina skoðun sem er bara skot á vinkonum mínar. Ok. Þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki djúpt, sko. Okay. En mér finnst þegar stelpur tækja vöruna, mér finnst ógeðslegt. Það er ógeðslegt? Þetta er óvinsæl skoðun? Já, í sömu vinahópum, það var það. Ok. Og þið finnst það ógeðslegt þegar stelpur tækja vöruna? Já, mér finnst það bara, já. Af hverju? Mér finnst það bara eitthvað svona, ekki stelpulegt. En þú veist, einmitt, þetta er bara eitthvað svona skoðun sem ég hef og þú veist, hún skiptir engu máli fyrir aðra. Margt sem að fólki finnst, sem ég geri, sem að þeim finnst ekki cool, skilju. En ég bara svona gerir smá í því að segja þetta við vinkonum mínar þegar það eru að gera þetta. Þannig að þú ert að nappa þér þegar það eru að hendi í vöruna sér og... Já, ég er svona, stelpur, be a lady. En þetta er bara eitthvað, ég veit ekki okkur þetta fer svona í mig, sko. Nei. En, já. Kannski aðstæðanlegt og grunnhyggið að finnast það eitthvað. Og síðan hver ég að dæmi hvað er eitthvað stelpulegt eða strákulegt eða skilju. Já. Ekki það, mér finnst það líka ógeðslegt að strákum, sko, ef út í það er farið. Hún fílar bara ekki almennt? Nei, alls ekki, sko. En það er svona kannski meira socially acceptable eða eitthvað, ég veit ekki. En af hverju á það samt að vera það? Mér finnst bara, já, stelpur með eitthvað, já, það lukkar ekki vel fyrir mér, sko. Ok. En eins og segi, ég er ekki mannskell til að dæmi það og margt sem ég gerir sem einhver meðunum finnst ógeðslegt eða aðstæðanlegt, sko. Erum við að dæmi of mikið það? Ég held að gerum alveg almennt. En mér finnst svona, og þetta er eitthvað sem að held samfélagsmiðlar hafa haft mjög góð áhrif, að það er miklu svona, það er allt miklu fjölbreyttara og maður hefur miklu fjölbreyttari fyrirmyndir og áhrifavalda, skilju, það er ekki tala um áhrifavalda, heldur bara áhrifavalda í lífinu og það er svona, er allt miklu aðgengilegra og eðlara og þú veist bara TikTok og eitthvað svona, þú veist, það er bara alls konar fólk og allir að gera sitt og alls konar mismunandi hluti og ég held að það sé mjög gott fyrir fólk bara átt sjá fjölbreytileikanum og að dæma ekki einmitt og ég held að sé mjög gott fyrir kynslóðnar sem eru að koma upp en síðan samskapið sér maður líka að þau eru bara brútal í kommentum og okkur svona eins og á TikTok mjög dæmandi en þú veist, maður var að örgla líka þegar maður var yngri, maður var bara ekki með plattform til að kannski skrifa það á en já, ég held að dæma alveg mikið og mér finnst alltaf að bara fólk eigi að mega gera sitt og fylgja sínu hjarta og sínum áhugamálum og þannig er oft svona það er oft hræstnarlegt þegar einhver þú veist, tala þannig en er síðan að dæma aðra eða skilju vilja að einhver sem þeir sjálfur geri eigi að vera acceptable en posta síðan kannski einhverju þar sem eru að dæma ykkur aðra eða skilju það getur oft verið hvað segir maður svona háll ís en að samaskapi þú veist það er engin fullkomin þú veist það er engin sem að segir alltaf réttu hlutina og dæmir aldrei nei, nákvæmlega en svo lengi sem maður bara svona hefur það í huga held ég og reynir að bara vera með opinn hug gagnvart öllum sko og já, taka fólki eins og við erum ólík og mismunandi skoðanir og hvernig manneskir eru en síðan eitt með sko að þegar maður ef það svona almennt ef fólk er að grípa sér að dæma einhvern að það er mjög líklega eitthvað sem þú ert sjálfur óöruggur með já í rauninni það er svona öruglega ekki þessi lumma samt hjá mér ég er óörugg með þetta en eins og það er til mér þú veist það er ekki, ég er ekki að dæma, þú veist, þetta er bara eitthvað sem þetta er meira svona sagt í ykkur gríni, þú veist bara eitthvað, og ég minnst þetta aðstæðanlegt, eða eitthvað en þannig að það er með að gera það sem maður vilja og ég er ekkert að með það og ég ákveða vinkunum mína fyrir því, skilja ég tala um kannski aðris, svona öðru sí algjörlega, já, það er oft með þannig bara eins og þeim búið að vera mikið umræðin núna, þú veist, ef stelpur eru að pósta myndum á sér fáklædum, til dæmis og
og það aðalir sem að hann að leyfa sér að dæma það hart af hverju. Nákvæmlega. Hvað kemur að þeim við? Af hverju á fólk að með að gera þessu vilja en samt þarf alltaf að dæma þegar fólk að gera þessu vilja. Þannig að þú veist bara sama já, bara það til dæmis stelpur sem að taka þátt í fegurðarsamkeppnum eða koma fram á sviði á bikini eða posta mynda sér á nærfötunum, þú veist. Þú þarft líka ekki að gera það sjálfur. Þú þarft ekki hvað ég segja, þú mátt alveg samþykja án þess að þau þurfa endilega að gera það, eða skilju. Það er enginn að segja að þú þarft ekki að vera með eða móti og vera þá bara all-in. Þú veist, þú mátt alveg segja mist frábært ef að þér langar að gera þetta. Það þýðir ekki að þú þurfir endilega að fara að gera það sama. Nei, þú veist sammálaðið eitthvað en bara gera sér átt að sjá því að þú veist. Mér finnst oft svona eitthvað bara, ég myndi aldrei vilja að dóttir mín myndi posta svona eitthvað eða ég myndi aldrei gera þetta sjálf eða eitthvað svona, það enginn að segja að gera það. Nei, nákvæmlega. En þú þarft ekki að dæma það. Já, þá komum við aftur á því að lifa fólki að vera eins og sko. Taka öllum eins og og ég fyllilega sammála því ef einhver vill gera eitthvað, bara gera það. Algjörlega. Og ég sé eitthvað sammála en ég get samt skilið það. Þú veist, maður getur skilið það og þú veist, maður náttúrulega bara allir tengjast mismöndi fólki eða skilju, mismöndi einstaklingum og aðlum og eftir áhugamáli eða einhver sem er sameiginlegt og eins og segið, þú bara þarft ekki að vera þá hangandi með manneskinu eða vera besta vinkona einhvers þó þú veist hvað er að segja þó þú þarft ekki að vera að gera þessar hluti en þarf heldur ekki að vera á móti þeim eða dæma það, þú veist, það er enginn að segja og þurfur að fara alla leið, skiljum. Nei, nákvæmlega. Þannig algjörlega. Þetta er alveg að leiða að það eru 2 spurningar eftir. Ef þú getur vegað töfraspota og leyst eitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Akkurat núna COVID. Já, Held ég. Þú myndir vegað töfraspota og COVID væri bara ekki til? Nei, við lærðum ótrúlega mikið af því, eins og við tölum Já, svona eftir á. Ég myndi vega töfraspota og allir verið orðin bólusettir. Ég held að það verið frekar. Já. Er það málið? Já. Já. Ég held að, eins og segja, allt gerist á ástæðu og þetta er eitthvað sem átt að gerast og heimurinn átt að læra af, en þetta er alveg komið fínt. Lært að vera búin að ná lært. Ég held að þetta er bara svona okkur við gerit. Þannig að, já, ég held að það sé það sem ég myndi vilja gera akkurat núna. Já, mjög áhugavert samt að þú er ekki viljað, mjög áhugavert að sem tengist bara svona rauðið þjálfurinn í okkur samtali, að það er að ekki vilja sleppa COVID, en vilja núna að allir séu bólusettir bara. Held það, Þetta er sammála því að svona mynstri sem við erum að sjá hérna, að það er svolítið svona, já, það er að við erum ekki við stjórnvöldin og svolítið svona, eins og ég sagði á hann, með æðruleysi og svona að átta sig á því og þegar hluti gerast, þá er yfirleitt einhver skilaboð sem við getum lært af. Þetta er svona, og taka því bara, og taka hverjum degi sem svona fyrir sig basically átta sig á hvað maður hefur þegar maður er að gera það. Algjörlega. Er ég að ná að summera svona smá upp? Já, ég held það. Held það, En COVID, já, bólusettir. Já, bólusetningin, það væri gaman ef við verðum búin að vera að fara aðeins hraðar í það, en Já. Það hlýtur að koma. Það ekki? Jú, ég trú ekki það. Þú mættir einungis koma einu skilaboð á framfærið þitt út lífið til annar einslinga. Hver er svo skilaboð? Bara hvað sé ég, vera góð við náungan og já. Við veitum aldrei hvað aðrir er gang gegnum og ekki vera að dæma eða maður veit aldrei bara eins og þessi litli hlutir að einhverju kannski bara feiminn en ekki leiðilegur eða eða þessi var dónulegur eða svaraði svona eða kommentaði þetta því að hann leið sjálfum illa eða var gangið með eitthvað þannig að það sé bara mjög mikilvægt að temja sig það að vera góð við fólki í kringum sig, góð við sína nánustu líka, maður oft og sem ég tek alveg til mín, maður oft kannski ekki passa sig í samskipti við
nánasta fólki sitt af því þau eru annað bara alltaf og ekki farin eitt, skilu og hann og bara vera kurteis og já, ég reyni alltaf markmið mitt alltaf bara að vera góð mér finnst ég vera mjög góð manneskja og ég heyri það líka mjög oft þú veist, það getur komið neina á mér en ég held að almennt og svona já, í flestum tilfellum sé gott Þannig að rauninni átt að sjá því að viðgöngum gerum mismikla þjónugu í lífinu og gera sér grein fyrir því að þetta snýst ekki mann sjálfan og það að vera góð við alla og líka átt að sjá bara sínu fólki í rauninni sem á að til að taka sér sjálfsögur hlut að vera áfram góð við þau Algjörlega þú veist, það er láta gott að sér leiða ef maður getur já, ég held bara svona að hafa þetta svona að leiðaljósi bara vera góður við fólki í kringu sig og líka þú veist, náunga sem maður bara er að græma mann í búðinu eða hvað sem er Algjörlega og þú veist, ég held að maður fá það alltaf tilbaka einhvern veginn Klálega, Birgitta það er yndislegt talag Takk sem les Takk fyrir að gefa tíma til að spjalla og halda áfram að standa því í þínu Takk og Ég gerir mitt besta Gerir mitt besta og hérna tekur því sem kemur algjörlega, en hérna bara heiður að fá þig Takk hérlega og gangi vel Takk sem les